Já, ég ætla að vera hérna með nokkur orð hérna í dag, smá huglýðing. Það var bankað á dyrnar hjá mér fyrir nokkrum dögum og þegar ég opnaði dyrnar sá ég það stóð maður. Hann sagði ekki orð en hann hélt á dagatali sem hann rétti að mér. Hann horfði á mig biðjandi augum. Hann var að bjóða mér að kaupa dagatal. Hann var greinilega mállaus og heyrnarlaus og ég velti fyrir mér hvernig hann hefði komist inn í stigaganginn, inn í blokkina, án þess að geta sagt hver hann væri, því blokkin er læst og hann verður að hringja og tala í dyrasímann til að láta opna fyrir sér. Eftir að hafa hvatt manninn og loka hurðinni, þá horfði ég á hurðina. Ég fór að hugsa, hvernig hefði ég brugðist við ef það hefði verið Jesús sem hefði bankað og staðið fyrir framan mig þegar ég opnaði dyrnar? Að Jesús sjálfur frelsarinn hefði staðið fyrir framan mig og horft í augu mín biðjandi. Hvað myndi ég þá gera? Myndi ég ekki bjóða honum inn? Myndi ég ekki gleðjast og taka vel á móti honum? Jú, ég myndi fagna komu hans og bjóða honum inn til mín, inn í litlu íbúðina mína. Hann væri komin til mín í eigin persónu. Ég myndi kannski stökkva til og slökkva á glymjandanum í útvarpinu og reyna að taka til og fela ýmislegt sem ég vildi ekki að hann myndi sjá. Flýta mér að ná í biblíuna mína og setja hana upp á borð svo hann sæi að ég væri að lesa hana. Og ef Jesús segði við mig að hann ætlaði að gista eina nótt eða tvær hjá mér, myndi ég þá breyta daglegri rútínu minni. Reyna að vera betri en ég er, sýna kristilegri hegðun eða haga mér eins og ég héldi að myndi geðjast honum. Eða bara vera ég. Jesús þekki mig og ég þarf ekki að látast vera betri en ég er, eins og segir í Sálmotnir 139. Og öðru til 7. versi. Hvort sem ég sitja eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það. Og alla vegu mína gjörþekkir þú. Því að eigi er það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir, það eigi til fulls. Þú umliggur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið og háleit og ég er henni eigi vaksin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Já, Jesús veit allt mig, hann gjörþekki mig og hann veit allt hvernig ég haga mér. Hann sér í gegnum mig. Þessar hugleiðingar mínar nærveru Jesús bruttu út frá því að deyfdumbur maður bankaði á dyrnar mínar. Hann var kannski sendur á Guði til þess að minna mig á og gera mig meðvitaða trú mína og nærveru sína í lífi mínu. Og ég vil taka undir með Davíð konungi í Sálmi 139 áfram í 23. og 4. versi. Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar. Og sjá þú hvort ég genga glötuna vegi og leið mig en eilífa veg. Ég er þakklátt fyrir að Guð er með mér og þekkir mig. Ég er þakklátt fyrir að hann notar ýmsar aðferðir til að minna mig á sig. Hann notaði þennan mann sem bankaði á dyrunum hjá mér til að banka á hjarta mitt. Og hann segir í Jeremíja 33:3, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega þú hefur eigið þekkt. Og í Mattheusi 28. kafla 20. versi segir, og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldarinnar. Og ennfremur í Jóhannesi 14. kafla 7. og 7. versi, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins
nema fyrir mig. Og ef þér þekki mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Kæri vinir, leiði Drottins eru alls konar að hjarta okkar. Við þurfum aðeins að koma auga á þær, opna hjarta okkar og meðtaka leiðbeiningar hans í lífi okkar. Þá mun hann kalla okkur hina blessuðu föður síns. Eins og segir í Mattheus 25. kapla 23. og 4. versi. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu og þá mun konungurinn segja við þá til hægri, komið þér inni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Guð er stórkostlegur og ég er þakklátt fyrir að eiga þá von að geta horft í augun á Jesú þegar tíminn kemur. Tíminn þegar kemur aftur og tekur okkur til sín í eilíða ríkið. Amen.